Góðan daginn, þetta er Salvur og ég ætla að spjalla við þig núna tvíkrossmerkingu á Twitter. Twitter örbrókkerfið, það er svona kerfi til þess að skrifa örstutt blogg, bara 140 tákn eða svo, og oftast er það þannig að það er að deila einhverju slóð eða einhverju litlum texta og síðan er hann oft merktur með einhverjum tvíkross, þannig að hann er settur í svona eins og hópa, þannig að aðrir notendur geta fundið hann. Og þetta er ansi góð leið til að nota Twitter. Það er að jafnvel þó að Twitter er notadrjúgt kerfi, jafnvel þó að við sjálf skráum ekki færslur, þá getur þetta líka verið alveg ágætis leitavél, til dæmis til að ef núna nýlega hefur orðið eldgos eða jarðskjálfti, það er alveg örugglega komið svona tvíkrossmerki eða hashtag á Twitter og þá getur maður fylgst með því sem er að gerast hér og nú. Og það er ákveðat í þannig tilvikum sem svona örblókskerfi hafa sýnt fram á notagildi sitt. Það er í ykkur sem breytist rosalega hratt og er alveg nýtt. Á meðan leitarvélar eins og Google og þess að það er svona, það sem kemur þar eðist er búið að vera þar inni í svolítinn tíma og margir búin að lenda á því áður. En ég ætla að taka 3 dæmi og það er dæmi ef að ráðstefna væri í gangi. Ég vissum að þið eftir að fara á ráðstefnur að sem er sagt notiði þegar fjallið þessar ráðstefnu, fjallið erindin eða komið eitthvað auka efni þar inn. Notiði þá hashtagið sem er þá gefið upp og hérna ætla ég að taka dæmi ráðstefnu. Það er erlend ráðstefna í Bretlandi sem stendur núna yfir, árleg ráðstefna, og hún er undir hashtaginu allt sé. Bæði fyrirlesarar og þáttakendur á ráðstefnunni og líka fólk út allan heim sem er að tjá sig eitthvað efnennar að nota þennan hashtag. Og getur ég vel til dæmis spurt og verið í svona einhverju samræðu við fyrirlesarna, bæði á meðan þeir tala og líka á meðan eftir á. Og annað dæmi sem ég ætla að taka, það er dæmi að fundur sem er haldinn hér á Íslandi með skólafólk, svona á held ég nokkur af vikna fresti, ég held að hálfsmánaðarlega veturinn, og það er hashtagið menntaspjall. Það er verið að fjalla upplýsingatækni í menntun og svona bara almennt menntamál. Og þriðja dæmið er ef einstakt námskeið tekur sig svo saman að þeir sem eru að tjá sig námskeiðið og vilja miðla efni, svona aukast okkur skemmtilegt sem halda að aðri þáttakendur á námskeiðinu geti haft hag á, þá geta þeir sammælst ákveðið svona hashtag og það er til dæmis skólaþróun. Og nú ætla ég að sýna ykkur dæmi hérna ráðstefnuna og hérna er ég með blogg, með Twitter hérna hjá mér og ég hef slegið hérna í leita klukkan efst, sjáðu, það er slegið inn allt sé og þá er ég að leita undir hashtagin allt sé og ég sé að það er komin frá ég sló hérna inn senast þegar ráðstefnan er í gangi, þá er komin 580 nýtt og þetta hækkar örugglega heilmikið. Og ef ég leita hérna í gegnum þetta er stór og mikið ráðstefna, það er fólk að miðla myndum og það er fólk að miðla alls konar umræðu hvað er að gerast fyrirlestarana sem er að hlusta á. Þannig að þó ég hef ekki farið á þessa ráðstefnu, þá get ég svona fengið ofta að vita hvað er að gerast og svona kemur sér svolítið vel að sérstaklega þetta er ný kennslutækni ráðstefnan. Ég er að sjá hvort einhverju miðla slóðum, þetta verður vera flestir sem vera að miðla einhverju myndum frá ráðstefnunni. En hérna til dæmis eitt sem miðlar preview of session. Þannig að hann miðla hérna slóð og ef ég hérna smetla á þessa slóð og
Já, hérna er ykkur að, semst fólk, hér er einn af ráðstefnunni sem er að tala fjölgreindarkenningar og hérna er keynote á ráðstefnunni, hérna er semst á YouTube, þannig að ég geti smellt á þetta og bara hlusta á ráðstefnu erindin. Og þetta er semst bara YouTube sem ykkur hefur deilt og ég ætla að fara hérna aðeins upp og sjá hvort það er búið að deila einhverju meira. Að þeir sjá, mér minnir að vera 580 seinast en nú ráðstefna stendur akkurat yfir núna, þannig að ég get svona fylgst með henni, þetta er svona næsta sem ég kemst með að fylgjast með ráðstefnunni, þar að ég fylgist með bara þeim sem er að tjá sig hana, sem eru flestir á ráðstefnunni. Ég held nú eins og mikið að gerast á ráðstefnunni að það er alltaf fullt sem bætist við. Ég var búin að skoða þetta og þetta er semst fyrir 30 sekúndum var eitthvað sem postaði þessu hérna. Og þetta eru semst umræður ráðstefnuna og hvað er að gerast á ráðstefnunni. Og spurningar líka, hérna er spurning frá einum til annars. Þessi hérna er að spyrja Stephen Burholt hvort hann gæti þetta er fyrirlestarinn Stephen Burholt og einn af þessum sem er á ráðstefnunni er að spyrja hann hvort hann geti deilt einhverjum glærum og svo framvegis. Þetta er semst einn dæmi og síðan annað dæmi sem ég ætla að taka, það eru menntaspjall. Ég ætla að skrifa hérna menntaspjall inn í leitagluggann. Og jafnvel þó að það standi ekki yfir núna þá sé ég að þá er það ennþá í gangi. Það er að segja að það sem hefur verið fyrir 18 klukkustundum síðan hefur verið menntaspjall í gangi eða einhver verið að nota þetta hashtag eða tvíkrossmerki Hjálmur og hann hefur fólk er að tengja í myndir og fólk er svona að tengja Tryggvi Tyr til dæmis að tengja í upplýsingar Pokémon og gagnaukin veruleika í Pokémon Go og síðan er Edvinning að auglýsa netnámskeið og Þorbjörg er að tala kennara sem hefur rappað fyrir nemendur sína og það er verið að tjá sig kjaramál kennara og svo framvegis og þið sjáu að þetta er svolítið mikið sama fólkið og það er svona kannski góður vettvangur til þess að sjá hverjir eru virkir á Twitter af kennarum að fara á þetta og skoða svo líka getið til dæmis eins og Yngvi Hrannar, þið getið smellt hérna á Yngvi Hrannar og þá er hann búin að 4.000 eitthvað tweet og þá getið þið fylgst með honum hvað hann er að gera. Og þannig að þetta er góð leið til þess að fletta upp í að sjá svona það sem er efst á baugi. Og svo vil ég taka þriðja dæmi þar sem við segjum útskólaþróun, þar sem er eitt námskeið. Og skrifa það í leitagluggann. Ég hef búin að skrá mig inn á Twitter og þá séu það að ég hef sett eitt inn það eru glærur opin skóla og ég hef líka sett inn nýlega ráðstefnu hjá 3F útskólaþróun
Síðan hefur Sólveig, það hefur verið, þetta gerist í haust, en síðan í vor þá hefur Sólveig verið að setja inn á seinasta ári, múkk og svo framvegis. Og þetta er ein leið til þess að svona nemendur í námskeiði og líka kennari í námskeiði, kannski kennari mest, setja eitthvað inn, en ef ég væri að leita einhverju, ég vildi til þess vita hvað er á döfinni í sambandi múkk, í sambandi svona opin stór netnámskeið, að þá getist leiðin leitarorðið múkk og þá er ég alveg vissum að ég finn mjög mikið hvað er nýtt á döfinni. Ég finn til dæmis að nýjustu múkknámskeið sem er verið að þau eru oft auglýst svona. Eða þá ef einhver hefur skrifað eitthvað í sambandi við múkk. Sjáðu eins og þá er þetta er Learning Management System, það er eitt hashtag og eitt hashtag er svo múkk sem er opin netnámskeið. Og þið sjáðu að það er hér er við að auglýsa múkknámskeið sem er Space eða heimahvolfið. Og þá er það auglýst undir Future Learn, þetta er námskeið frá Future Learn og þetta er undir múkk og það er Space. Þannig að það er oft þannig að það eru notuð mörg hashtag á sama tíma. Eins og þetta er slóð, Today the new MOOC Sustainable Energy. Þá er Háskólinn í Delft er að auglýsa þetta námskeið og er með slóð þetta námskeið. En að maður smellir á slóðuna fer maður meiri upplýsingar. Svo sér maður hashtagið to Delft, það er háskólinn sem hann merkir allt sem efni sem kemur hjá sér með þessu, to Delft. Og síðan að þetta sé múkknámskeið. Og síðan er vídeó sem vantarlega er hægt að skoða bara svona. Og sama er European Schoolnet, þá er það að auglýsa múkk. Og það er að auglýsa þetta Space MOOC sem var einmitt að byrja í dag og ef það er eitthvað að byrja svona alltaf á sama tíma þá fáum við kannski fullt af fólki háskólum sem er að miðla þessu til sinna. En ég ætla að láta þetta nægja. Hvet ykkur til að prófa að leita